Já, þá erum við komin hingað aftur í símaverið og við erum komin hérna með snillingana í VFS hópnum sem eru búin að vera, skemmt okkur með svona skemmtilegum sketsum í kvöld. Gaman að sjá ykkur strákar, það er hérna Hákon, Villi og Stefán og raunar gaman frá því að segja að þeir voru að segja mér að strákanir að þeir hérna, það innblásnir eiginlega yfir kvöldinu að, hvað, þið hafið eiginlega tekið ákvörðun svona ykkar eigin samtök eða hvað? Já, við höfum byrjað með okkar einu samtökum. Þetta kvöld var sérstakur innblástur í kannski að halda okkar eigið kvöld. Okkar samtök heita náttúrulega Guilty Crossin og við erum búin að vera að þessu í nokkurn tíma. Já, þetta byrjaði eiginlega í bara ekki ósvipuðum aðstæðum og hér í kvöld. Við sátum heima og vorum að horfa á svona söfnunarþátt og þegar við fórum að kynna okkur málið þá komumst við að því að það er rosa mikið milljarðamæringar sem eru að gefa peninga til góðgerðarmála. Bara fullt, bara ótrúlega mikið af pening, bara sínum eigin pening sem að upphæðir sem að okkur geti eiginlega ekki dreymt sko. Og við hugsuðum milljarðamæringarnir gera svo mikið fyrir okkur. En hver grípur þá? Hver grípur þá? Hver grípur milljarð? Og það var einmitt pælingin okkar. Við höfum einmitt náð að safna fyrir Elon Musk, nýja sundlaug fyrir hann. Gamla sundlaugin hans tók alveg klukkutíma að fyllast og klukkutíma að hita upp. Þannig að þá var hann kannski búið með 2 kokteila og þá langaði honum ekkert lengur í sund og það var náttúrulega ótrúlega sorglegt. En núna er hann komið með 2 sundlaugar og hver hraðari á eftir öðru, annari. Algjörlega. Við erum að safna, í fyrra þá safnaði við sjóð handa einkaþotum sem eru að borga bílastæðagjöld á Reykjavíkurflugvelli eða flugvélastæðagjöld, þú veist. Þegar milljarðamæringar vilja koma til Íslands kannski í eina viku eða eitthvað svona, þá hérna, þú veist, það getur orðið alveg rosalega dýrt að leggja flugvélina og þau þurfa að leggja henni einhvers staðar. Já. Og síðan var eitt sem að snerti mig mjög djúpt. Það eru rússneskir ólígarkar sem hafa þurft að þola alls konar þvinganir. Og þeir hafa kannski ekkert að fara að hitta vini sína og við náðum að koma því í kring að þeir fengu að hitta vini sína allir ásæðsjulegum. Og það var svo stórt moment, þeir hittust allir hana í fyrsta skipti í marga daga og voru að spila póker með sína vini. Næsta verkefni okkar er með Trump til Tene. Við erum að safna peninga fyrir Trump til þess að fara til Tenerife. #TrumpTene22. #TrumpTene22 og fólk sem vil styðja Rauða krossin eða Guilty Crossin, afsakið. Ég er bara svo ruglandi að vera